Blessu og sæl, hvað finnst þér svona þarna barnamálaráðherramálið? Mér finnst það mjög vandræðilegt allt saman. Þetta eru atvik sem eru löngu liðin og fólk ætti að snúa sér að því sem er að gerast í nútímanum og hugsa það og tala það. Því það er það sem skiptir máli. Auðvitað er það sem er sorglegt fyrir marga að fólk reynir að vinna úr því sjálf. Og líka er til eitthvað sem heitir fyrirgefning og fólk ætti að líta sér nær. Það er alltaf einhverju tilbúnir að kasta steinum. Ég er mjög hissa á því. En nú voru sumir sem voru að kasta steinum haldandi að þetta væri vegna fréttaflutningsins að þetta væri alvöru glæpamál, en svo kom í ljós að þetta var ekki glæpamál. Hvað hefði þér þótt það, hefði ekki verið svolítið öðruvísi ef þetta hefði verið í alvörunni, ef hún hefði haft umsjón með þessum dreng og hann hefði verið yngri og allt svoleiðis? Já, svo erfitt með að segja til það því að ég hef ekki sett mig það vel inn í málið. En ég reikna með að það hefði verið öðruvísi tekið á þessu eða fólk hefði litið öðruvísi á það ef að maðurinn hefði verið 22 og stúlkan 15. Það hefði verið öðruvísi. En er ekki svolítið skrítið, finnst þér ekki skrítið að það sé að geti bara einhver komið svona og haft svona mikil áhrif á stjórnvöld með einhverjum gömlum sögum? Finnst það bara fáránlegt, hreint fáránlegt að fólk skuli hlusta á mannesku sem kemur bara utan úr bæ með kjaftasögu einhver aðra mannesku, að það skuli vera hlustað á það. En það er bara vísa en eitthvað annað. Eru ýmsir farvegir til, það er náttúrulega til einmitt dómskerfið okkar og svo þetta og svo þetta persónulega svið sem er fyrirgefningin og persónulega úrvinnslega. Já, og hvers vegna er fólk að leggja hatur á aðra mannesku sem að hefur í rauninni ekkert gert henni neitt. Hvað liggur að baki? Maður verður að spyrja sjálfan sig, tekið þátt í svona. Mér finnst þetta fáránlegt. Takk kærlega fyrir spjallið. Má ég spyrja hvað þú heitir? Ég heiti Ásta Valdimarsdóttir. Ég er hláturjóga kennari. Takk fyrir okkur. Hefur eitthvað fylgst með málefnum barnamálaráðherra? Óðarlega lítið. Hvað finnst þér þetta? Hvað finnst mér þetta? Já, svona umræðin í kring og hérna svona hvernig gamalt mál dregið svona fram í dagsljósið? Mér finnst nú að konan hefði ekki átt að taka við embættinu vitandi af þessu í baksýnisspeglinum einhvern veginn. Ég veit ekki. En þú heldurðu að hún hafi áttað sig á því að þetta væri svona stórt mál svona í ljósi þess að þetta var nú engin glæpur í sjálfu sér? Ég held hún hljóta að hafa vitað að þetta er dregið fram. Mér getur ekki dottið hana í hug. Finnst þér þá að það sé ekki svolítið svona ósanngjarn krafa samt að ráðherrar þurfa að vera fullkomlega flekklausir? Já, ef þú ætlar að vera barnamálaráðherra með þetta í baksýnisspeglinum, mér finnst það pínu, þú hlýtur að hafa gert það grein fyrir einhvern veginn að þetta er dregið fram. Ég myndi búast við því ef ég væri með þetta. Já, en með þetta hvað vegna þess að núna voru fréttaflutningur, fyrst var það að þetta væri glæpur, þar að segja að hún hefði verið í sambandi við dreng sem var undir hennar forsjá, en svo kom í ljós að svo var ekki. Breytir það ekki svo öllu svona í málinu? Jú, það breytir því. Mér fannst kannski fréttamenn fara með pínu offorsi fram, og eins og ég segi, svona einhver kannski einhverjum lá á að skúpa einhverju og kannski var ekki með allt á hreinu. Já.
Annars hefur ég voða lítið fylgst með þessu. Það gömul. Getur þú eitthvað sagt okkur hvað þér persónulega finnst þessa umræðu barnamála ráðherrann eða barnamál, já? Mér finnst öll þessu umræða úr hófi og allt of óvægin eins og oft hefur verið hérna á Íslandi og sérstaklega síðustu árin og hérna það vaðið í það að fordæma fólk áður en að fólk þekkir helstu staðreyndir og þetta hefur gerst hvað eftir annað núna síðustu árin og oftast það nú reyndir karlmenn orðið í þessu og þá virðist ekki hafa skipt máli hvort málin hefðu verið rannsökuð eða hvort að viðkomandi var sekur eða saklaus af því sem að hann var borið á hann. Í þessu máli þá þetta bara algjört prívatmál fólks frá því fyrir 35 árum og kemur í raun engum við. Það bara meira, lengra það ekki. En finnst þér þá, hver ber ábyrgðina á því að umræðinni fer á þetta, það ekki frétta fólk eða? Annars vegar náttúrulega fjölmiðlarnir sem að eiga að sýna miklu meiri ábyrgð og ekki að vaða svona fram áður en að allar hliðar málsins hafa komið fram en hins vegar grunar maður náttúrulega að þarna sé einhver flokkapólitík á bakvið og það verður það bara að koma í ljós og það kannski hið eiginlega rannsóknarefni. Heldur einhver muni taka að sér þá rannsókn eða heldur þetta mál verði rannsakað í því samhengi svona? Já, ég myndi náttúrulega vona eftir því að því á samstöðunni þá taki það að ykkur. Þetta væri náttúrulega alveg tilvalið efni til að skúpa. Nú eða hver sem að telur sig búa yfir vitneskju sem að getur lýst þessi mál. Við óskum nú eftir, sem sagt, við á samstöðinu óskum eftir upplýsingum auðvitað og að það alveg full ástæða aðeins til að ræða þetta mál áfram út frá þessu sjónarhorni, sko. Já, sérstaklega finnst mér að það eigi ekki að vera að draga algjör einkamál fólk inn í svona pólitísku umræðu. Það hægt að vera ósamála allt mögulegt og stefnu og aðgerðir í pólitík en að vera að draga eitthvað upp úr einkalífi fólks frá því fyrir áratugum að það bara á ekki að gerast. Og þetta var munurinn á evrópskri og amerískri pólitík mjög lengi. Við heyrðum þetta frá Ameríku og kannski frá Bretlandi sem allt svona var svona óskaplega viðkvæmt en þetta var ekki svona hérna. Mér finnst þetta ekki vera framþróun. Má ég spyrja hvað þú heitir? Sæmundur heiti ég. Kæra þakkir fyrir að taka þátt í samræðunni, að samstöðunni. Málana sem er kannski afgreitt en við teljum að sé ekki alveg afgreitt hvað þér finnst þessa umræðu barnamála ráðherrann? Já, mér finnst nú því bara að vera lokið. Ég las nefnilega grein sem hann skrifaði þessi sonur hennar. Það setti eiginlega bara punktinn yfir yfir fyrir mig, sko. Hann bara kom með sína sögu af þessu og hvað honum fannst og mér finnst það bara að vera mjög flott hjá honum. Hvað finnst þér þá það að sé samt búið að skipta ráðherra? Ekki eitthvað skrítið að það geti einhver komið með svona einhver rangindi og bara allt fara á hliðina? Já, þetta bara eins og það Ef þú ert komin í svona stöðu og þá það eru varðhundar allt í kringu þig. Ef þú ert komin í pólitík og ert farin að gegna svona embættum þá bara allt tínt til og þannig fór þetta bara. En greinin sem hann skrifaði þessi sonur hann, hún bara ég tek hana góða og gilda fyrir öllu saman. Já, hún mjög falleg. Þetta er svona, maður nú alveg klökknar, þetta er svona falleg skrif frá syni til móður. Já, þetta var bara fínt hjá honum og ég bara stend með honum í þessu máli kannski meira en öllum öðrum, sko. Það er svolítið flott að einmitt að rödd barnsins er mjög falleg hérna í þessu umræðu barnamála ráðherrann. Já, það er bara staðnett málsins. Bara þökk sé honum. Má ég spyrja hvað þú heitir? Ég heiti Lárus Halldór Grímsson. Já. Takk
Takk kærlega fyrir. Núna, hvað finnst þið nú mál málana sem sumir segja að sé ekki mál málana í dag, heldur mál málana í gær, en barnamálaráðherrann? Já, hvað skal segja, þetta bara, mér finnst þetta hálf sorglegt bara mál svona, ég verð að segja það, þetta einstaklega persónulegt mál og þetta flýgur bara einhvern veginn beint út í samfélagið. Jú, mér finnst það frekar leiðilegt mál en þau geta stundum líka verið erfitt. En finnst þér svona eðlilegt að svona persónuleg mál að þau séu pólitísk eða þannig að það sé sagt reynsla eða fólks sé svona dregin upp sem skiptir ekki svolítið máli hvort þetta var glæpur eða ekki, finnst þér ekki? Jú, sko, þetta bara, það má segja, sko, þetta bara persónulegt, sko, þetta bara hjá fólkinu sjálfu, þetta á ekki að ræðast kannski almennt, sko, því að marga persónur í þessu þjóðfélagi með allavega bakgrunna og þeir eru sem svo sárir, sko, að það ekki gott að ræða og ekki alltaf réttarnægt, sko. Myndir þú vilja að þú verður að kjósa fólk, sko, legði fram ekki bara sakavottorð, heldur bara virkilega vottorð að hafa ekkert tvírætt á bakinu? Já, það er svo margt sem að gæti farið fram á að fólk bæði ákveðin vottorð hjá fólki, sko. Því að það er svo margt sem getur verið, sko. Ég meina, þú séð ekki allt í andlitinu á fólki, sko. Ég var þetta við þá þyrftum við nú að fá ansi mörg vottorð, ef við ætluðum á annað borð að fara að fá vottorð. Já, þá þyrftum við nú að fara að vera mikið í skriffinnskunni, sko, og nóg hún fyrir, sko. Þakka þér fyrir. Má ég spyrja hvað þú heitir? Já, Ólafur Árnason heiti ég. Takk fyrir að taka þátt í samræðinu með okkur á Samstöðinni. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is